15 ár síðan að seinasta fiskbúð var á Ísafirði. Hvernig stendur á því? Í öllu umstangi umróti sem kvótakerfið hefur leitt af sér, þá gufaði þetta hægt og rólega upp og fjaraði eiginlega bara út. Það náttúrulega aðgangurinn á fiskinum breyttist. Frystuhúsin hvörfu hérna af eyrinni. Og þá líka fór kannski sá grunnur sem var alltaf fyrir þessu gömlu fiskbúði sem voru. Náttúrulega það var ein Ísúsfélag Ísfirðinga rak eina á sínum tíma, Norðurtanginn aðra. Og þetta voru gamli grónir Ísfirðingar, dugnaðarmenn, eins og Gummi Sölva heitinn. Og nú svo fóru aðrir að reyna að taka við þessu en gátu ekki búrað þetta. En svo þetta húsnæði losnaði hérna og svo ég bara tækifæri því að hella mér í þetta. Þú segir að viðtökurnar hafa verið góðar. Finnur fyrir því að Ísfirðingar hafa saknað þess að hafa alvöru fisksala í bænum? Mjög mikið, mjög mikið. Þannig allir himinlifandi yfir því að hafa loksins úrval. Að geta valið og geta treyst því að fiskurinn sem þau fá sé ekki eldgamall, freðinn netafiskur einhvers staðar að sunnan. Er eitthvað sérstakt motto sem þú ert með hérna í búðinni? Það náttúrulega, ég keyri á öllu sem vestfirskt. Saltið á Drengjanum í Reykjanesi, mjög gott. Harðfiskurinn allur vestfirskur. Fiskurinn bara veiddur af Vestfirðingum. Nú eggin komu á Hoddbergi og Látrabjargi sem ég fæ núna í kvöld. Mörin gerð innan fyrir vestan. Rebbósilungurinn frá Þingari. Og kartöflurnar sem ég með, þær eru dýrafirðinum. Þannig að þetta bara vestfirskt. Þetta verður náttúrulega að vera vestfirskt og smíð út frá þessi svoleiðis.